Íbrahim, hann frá Malasíu. Þeir sem eru mjög spenntir fyrir þessu verkefni og þeir eru að bíða eftir þessu. Þetta Albert, hann var einn af hópstjórum frá fyrirtæki, þessu kreditkortafyrirtæki í Malasíu, sem malasísku konungsfjölskyldu. Þessi frá Indlandi. Elias, þessi maður, hann ótrúlegur, ofsalega bjartur og skemmtilegur maður og hefur nálega svakalegum árangri í sölumálum. Og þetta menn sem gætu komið til með að vera okkur samstarfsaðilar í að kynna þetta í Sunnlandi. Þannig að við höfum unnið mikla vinnu og erum í snertingu við gríðarlega þéttan hóp samstarfsaðila. Af því að menn spyrja alltaf hvernig ætla að auglýsa þetta. Þetta auglýsir sjálft. Þetta auglýsir sig sjálft ef við borgum manni fyrir að segja næsta manni frá því. Þetta hótel heitir Jumeirah Beach og það svolítið gaman að segja frá því að það var 10.000 herbergja hótel sprengt niður til þess að koma þessu fyrir. Þetta passaði betur við þetta hótel sem 7 stjörnu hótel. Það var við hliðin á því. Það bara svona, já, tökum þetta bara í burtu. Þú veist, risastórt hótel sem fekk Þetta heldum við fundi á Hyatt hótelinu og lobbyið eins og íþróttasalur. Þessi maður var að selja demanta, þetta var fyrirtæki sem við hitti og kerfistjórinn hjá þeim og þeir voru með svona sölukerfi, þetta allt svona netsölumenn mikið og Haldur, þú mátt kannski fikt í þessu, finnur ekki út af því. Hvort þú getur vakið upp og sé hljóðtakkan. En þeir hefðu mjög gaman að sögunum okkar af okkur og þeir spurðu, þetta hefur svolítið gaman að þeir spurðu mig að því hvað búa margir á Íslandi, hvað getur við selt mörgum demanta? Og það segi að við erum mjög fá, við erum bara 300.000 og þeir skildu ekki þessa tölu. Og þá sögðu þeir milljónir. Það milljónir? 300.000 milljónir. Þannig að það semst að kalla þér í moskuna og þetta var ævintýri. Þau eru mjög vestræn, þau eru á alla vegu. Þetta Dubai. En ok, ég held að, ég ætlum ekki að dvelja lengur á þessu. Það var mjög gaman að kynast þeim, hann að segja okkur frá því að tók 3 ára að fjármagna Burj Al Arab sem 7 stjörnu hóteli sem við sáum á þann. Og þetta átti ekki að vera þarna. Þetta svakalega, ég hafi eitthvað prófað þetta, það var þetta kaldur reykur. Það mjög sérstakt. Og það með ávaxtabræði, by the way. Vín og ávaxtabræði. Já, og svo fórum við til Kúbu, en ég ætla ekki að fara að segja ykkur alla söguna. Þetta búið að fara víða Evrópu og Bandaríkin og Mið-Asíu, en svo erum við tengslum með fólk í Asíu og Rússlandi og í Afríku líka. Við erum búin að fara þangað, bæði ég og Úlfar erum búin að fara í sitthvora ferðina til Namibíu. Þetta George Curry. Curry ef þið vilja halda áfram með þetta, þá getið þið gert það. Ég get sleppt þessu og farið framjá. Curry sölumaður með gríðarlega mikið af kynverum í sínu liði. Hann sem sagt maður sem að selja vörur sem að kynverar voru hrifnar, sem svona sprayvítamín. Og hann með milljónum manna í sínu neti. Þannig að hann svona einn af okkar samstarfsaðilum og ég hef þekkt hann í mörg ár og ég ekki einu og hann hefur oft komið til Íslands. Hann að segja frá því hvað Kennedy var skotinn. Hann að sýna með staðinn þar sem að þeir földu sig í ræsinu og hann var að sýna með þá staði. Það voru fleiri en 1 skotstafur, held ég 3 eða 4. En hvað með það? Við höldum áfram. Skulum ekki horfa á þetta allt saman. Ok, vilja menn peninga fyrir einfalda vinnu? Að sjálfsögðu. Í hverju felst vinnan? Hún felst í því sem ég var að segja frá hann. Að við, með sérstöku upplýsingakerfi, eins og þessu hér, erum að taka þetta svona mælikvarði á þarfir. Við spurjum fólk spurninga, þetta eru 13 liðir. Og fólk ræði hversu mikið það lætur frá sér, en þetta eru þeirra persónulegu upplýsingar sem við munum ekki nota gegnum neinum hætti, heldur að reyna að finna frekar þeirra þarfir, þjónustu þarfir. Þarfir fyrir þeirra fjölskyldu og vini og ættingja. Þetta svona mælitæki á það sem að einstaklingurinn í rauninni að leita að í samfélaginu. Og með því að íta á þessa takka sem reyndar lítur ekki svona út, þetta bara til þess að sýna ykkur aðeins inn í hugbúnaðinn í kerfinu. Og það verða til svona áherslufaktorar eftir áhuga sviði og því hærra sem þið farið upp til dæmis eins og fjölskylda liðurinn, að því að þú ert svona sennilega 8 orðið fjölskyldu og þá vitum að þú ert komin yfir vissan aldur og við vitum kynið og þá eru einhverjar þarfir sem þú þarft að uppfylla og við reynum að mæta því. Þú ert að reyna að biðla til samfélagsins, ég hef þessar þarfir og þær eru margar og mismunandi. Og það eru verðmæti. Það eru verðmætin í þessu
er að einstaklingurinn deilir með okkur upplýsingum sig sem að hann getur fengið þá svör við og við getum miðlað áfram. Einfalda í rauninni lífsskilyrði. Arðurins og Corpus Vitalis þróunarfélag á meðal fjárfesta og jarðvinna. Corpus Vitalis, og það það sem þið sjáu hérna. Það þessi stofnun sem ég hef lítið talað í dag, en það það sem allt snýst er að stofnunin byggð utan fjölskylduna. Þið sjáu hér. Þannig. Fjölskyldan, framtíðin, jörðin, vatnið og loftið. Matur fyrir alla. Vestur og austur. Logoið segir allt það sem við erum að gera. Við erum að fara að tala til beggja átta, inn á við fjölskylduna, nær einstaklingina innan, stuðlað betri lífsskilyrðum, að efla menntun hvar sem í heiminum, dregur ótta, stríðsástandi eða bara þjófnað og glæpum. Upprætu slíkar hluti með jákvæðu verki. En þetta aðalstjarnan í þessu og við erum að horfa til og hugsa til jarðarinnar þótt þetta snýst neyslu. Það hægt að gera það með vitsmunum ef við leggjumst á það að taka ábyrgð á því og það sem við menn höfum ekki gert, við getum gert það. Og það snýst þetta verkefni.